Jæja, þá erum við komin hérna með Sigg og Kalla, eða Kall, hvernig sem þú vilt kalla. Þið fásins meðlimir og við ætlum að taka smá crazy viðtal við þau. Og að vanda þá byrjum við á spurningunum. Jónatan Garðarsson með mjög strangt prógram fyrir ykkur og þeir eru búin að vera að æfa allan daginn í viðtölum og ykkur mál að fara á klósettið. Og þið sjáu klósettið og eru að fara af stað, en svo koma 10 spánverjar og vilja fá selfie með ykkur. Hvað gerir þið í málunum? Ég ger bara ráð fyrir að þá langir svona rosalega í selfie að þeir geti beðið með henni fer og bissa og gera svo eftir. Já, ég myndi sennilega halda í mér, en ég veit að Sigga myndi ekki gera. Ég er ekki nóg meðvirk. Þannig að það er mjög vinsælt úti að biðja keppendur að taka 1 Eurovision-lag eða 2, hvernig það. Hvaða lag myndi koma fyrst upp í huga hjá þér til að syngja? J'aime la vie. Það er ekkert annað. Glæsi. Nú er oft talað að Eurovision sé ekki pólitísku vettvangur, en það er oft sem að það verður smá deilur. Og segjum svo að rússneski keppandinn er búinn að vera á æfingu og það er púað og regnboga fánar út allt. Og þú ert spurð hvað þér finnst að það hafi verið púað á rússana. Hvað myndir þú segja við því? Mér finnst kannski svolítið hart að dæma keppandan. Nema hún hafi, ef við erum að tala söngkonu til dæmis bara frá því fyrra, hún lýsti aldrei neinum skoðunum sem að, ekki svo ég viti, en mér finnst allt í lagi að það heyrist. Mér finnst allt í lagi að þetta sé vettvangur þar sem fólk fær að tjá skoðanir sínar. Þannig að, svo bara finnum maður til með söngvaranum, vegna þess að það er nú drullega erfitt að búinlega standa þarna upp á sviði. Kalli, fyrsta æfing er búin og það gekk eiginlega ekkert upp. Kameravörki var alveg fokki, hljóðvinnan og þú ert spurður á æfingunni, hvernig fannst þér fyrsta æfingin ganga? Hvað segirðu? Vá, þetta er erfitt. Ég hugsa að ég myndi reyna að halda kúlinu. Ég segi bara þetta gekk rosalega vel og þetta eftir að slípast og verður rosa flott að úrslita kvöldið. Þeir eru komin áfram, til hamingju með það. Þeir komist upp úr undanriðlinum og náttúrulega búin að vinna keppnina hérna heima og búin að rústa þessi hérna úti. En þið verðið að vera með í dansatriði, uppásatriðinu úrslitakvöldunum og ég ætla sem sagt að láta ykkur taka nokkur zumbaspor með mér og sjáum hvernig það gengur. I feel you moving on a different coast, making me wait for a distant coast. You say you love me and you roll your eyes, turn to stare at the empty skies. I thought it was over and we passed all that, but we done this too fast, back to frame number 1.